Og þess vegna má ég aldrei aftur fara til Thailands. Allavega, sáðu leikinn í gær? Já, hann var rosalegur. Leikinn? Hvað mennur leikinn? Leikinn? Úrslitaleikin í meistaradeildinni? Heil deild af meisturum. Það hljómar ekki vel, þið vitið hvað mér finnst meistara. Rólegu meistari. Meistaradeildin í fótbolta. Fótbolta. Hvað er fótbolta? Þú veist, 2 mörk bolti, 22 getnaðilegi gaurar, já eða lesbjör, og 1 stykki dómari með þroskafrávik, bolti. 2 lið keppast við að sparki bolti í mark og fá svo stig. Haha, voða fyndið. Það er ekki eitthvað sem fólk gerir. Jú, meðal annars ég. Og ég er núna farin að æfa með alvöru liði með þessa. Já, ok, er þetta svona eitthvað utandildadæmi eða? Já, þú veist, svona utandildar. Við erum að fara að keppa á morgun. Það er ekki kannski segja vinna. Vinna, vel að minnst. Hulli, vaknaðu. Ég vil ekki giftast, Jabba. Hulli, ég var að redda þetta í vinnu. Hvað erum við að tala um? Sunnudagaskólan. Sunnudagaskóli? Hvað er það? Sumir foreldrar senda sko börnin sín í kirkju á sunnudögum til að fá smá frí. Ég var löngu búin að senda Ástríði vita nema það kveiknar alltaf í henni ef hún verið í kirkju. Þetta er gott gig, Hulli. Ég lærði allt mitt siðferði í sunnudagaskólanum. Sko, við í knattspyrnufélaginu KF Vantrú erum á móti kirkjunni. Það er sóun á húsnæði að byggja eitthvað bænahús fyrir einhvern ímyndaðan guð. Nú já, ertu þá líka á móti moskunni? Nei, ég er ekki rasisti. Og þá síst að undrat fólk þér hrösum með ástarinnar gleraugu á nösum. Við horfum allir á þennan ógnar meyjasam með berum augum ekki fyrr en eftir hjónaband. Gleraugun gaf hún oss Freyja, með gleraugun vilja lifa og deyja, með gleraugun. Ég er bara að segja, kannski dó maður þinn ekki ástæðulausu. Kannski vill Guð að þú prófir eitthvað nýtt. Sæli nú sér Lárus, hérna er maðurinn sem ég var að tala um. Já, sætlulegur. Mikið er gott að fá nýtt og ferskt blóð hingað í Drápuhlíðarkirkju. Já, mér vantar bara penning, sko, fyrir mat og interneti og lúsasjampó og svoleiðis. Já, öll þurfum við okkar lúsasjampó. En spurningin er hins vegar þessi. Ertu spenntur fyrir börnum? Hvað? Ertu spenntur fyrir börnum? Svaraði manninum, ertu spenntur fyrir börnum? Já, börn eru bara fín, mér veist, bara eins og fólk, bara minni og heimskari, aðalega minni. En ertu spenntur fyrir þeim? Já, ég er bara mátulega spenntur, en þú veist, ég girnist það ekkert eða eitthvað svo leiðis. Spurðu þarft að taka það fram? Hann orðaði spurninguna bara slöndalega, þetta er mjög creepy gaur. Hulli minn, ekki rústa þessu viðtali með einhverju Asperger smámunasemi. Ég var að mætti í stólpipitíma, þú klárar þetta. Ekki skilja mig eftir með þessu manni. Sko, mér líkar ást ríða þín. Viltu starfið? Það segir engin ástríða svona. Bara segð mér, ertu barnaperri? Nei, þetta ekki. Ég er bara venjulegur prestur. Gott. Ég er nefnilega frekar opinn gaur en bara meika ekki barnaperra, eða markaðsfræðinga, eða nýju Fantastic Four myndina, eða gömlu Fantastic Four myndinar, eða vínarbrauð. Don't get me started on vínarbrauð. Jú, velkomin að viðtækjunum. Í dag eigast við KF Vantrú og KF Mormon hér í undanúrslitaleik trúarbragðadeildar höfuðborgarsvæðisins. Það er alltaf að vera vitlaust að spenningi hérna. Hvað er ég að gera við líf mitt? Við getum átt von á öllu í dag. Stemningin er ótrúleg. Bergljót, þú ert alveg frábær fyrirliði og hefur unnið marga leiki fyrir okkur. En viltu gera það fyrir mig að fara ekki yfir í keppnisskapinu? Hvað ættu við? Þú veist hvað ég er að tala um. Fúkyrðin sem þú öskrar á vellinum, F-orð og N-orð. Ég veit að okkur sem trúleysingum er ekkert heilagt, en come on. Hvað, maður missi þessi stundum? Og í guðana bænum... Hvað guða? Og í rökhyggjuna bænum, hætt að meiða fólk. Við vitum að þú sparkaði viljandi andlitið á framjörunum í KF Jehova og dómarinn er enn að jafna sig eftir að hótar að drepa börnin hans. Já, ok. Sorry, ég skulle halda upp í heilbrigðum keppnisanda hérna, maður. Einhver verður að gera það. Hver eru bestir? Vantrú! Hver eru bestir? Vantrú! Hver munu vinna í dag? Vantrú! Hver eru bestir? Vantrú! Hver eru bestir? Vantrú! Hver munu deyja öskrandi meðan börnir að horfa á? Mormonar! Já! Rétt! Afsakið, mætti ég nokkur tripla þig aðeins? Ég er hérna með bækling sem geti verið mjög snið... Hei, senjor, ég er til að koma fucking boltanum í fucking netið, ekki til að lesa einhverja þrollabókmyndir ef þú heldur það. Afsakið og þakka þér fyrir. Mark 1!
1-0 fyrir Mormónum. Bergljót, þetta mark skrifast á þig. Hvernig var að hlaupa í vörn í staðan fyrir að vera í spjalli við hina leikmenn? Hei! Hann verður að reyna að tróða sínum skoðunum í múmi! Gult spjald, engin trúboð á vellinum. Ok, hérna er einn fáraleg saga tvo bræður. Annar fær fullt af pening sem hann síðan notar í hórur og dóp í útlöndum. Hljómar alveg svo mitt líf. Ertu við sem að biblían sé ekki bara sannleikurinn? Svo snýr hann aftur með skotta á milli lapparna og skítblankur. Og hvað gerir pappinn? Heldur partí fyrir alkohólistasoninn. Meðvirkni 101. Hvað er eiginlega að fara að kenna í þessum sunnudagaskóla? Ég man þegar ég fermdist. Ég man og ekki man, ég var meira og minni í blackouti allan tíman. Sunnudagaskólakennari minn og hann er bara díler. Hann gaf mér viðnefnið Pilli Milligram. Ég var svo mikill hænuhaus í þá daga, þurfti bara milligram. Var sunnudagaskólakennari þinn díler? Já, hvernig vissirðu? Þú varst að segja mér það? Upphátt? Ég held ég var bara að hugsa það. Er ég búinn að tala upphátt lengi? Er ég að tala upphátt núna? Já. Herðu, vissirðu að sunnudagaskólakennari minn var díler? Ég held þetta samtal sé rispað. Akkur verður þú ekki svona sunnudagaskóladíler? Ég skaffa vörurnar og þú selur fyrir mig. Er ekki lægi með þig, þetta eru börn. Þú eigur ekki pening. Jú, spennan er kingi mögnuð, staðan er 1-1 í hálfleik. Það er rafmögnuð stemning hérna og þess ber að geta að til þess að gæta fullu jafnræði í dómgæslu er nýráðinn dómari trúarbragðadeildarinnar hvorki trúaður né trúlaus, en það er engin annar en vélmennið 2x5.000. Er það satt 2x5 að þú sett stiltur á 100% sanngirni? Já, fyrir mér er Guð bæði til og ekki, svipað og köttur Schrödingers. Enginn hefur rétt fyrir sér á vellinum og þar af leiðandi hefur enginn rangt fyrir sér. Ég vinn út frá svipuðum algóriðma. Nú erum við að horfa á hatramar trúarbragðadeilur á fótboltavellinum. Er hægt að halda slíkum átökum í skefjum með takmörkuðum leikreglum knattspyrnunnar? Jú, líta má á knattspyrnuvöllin sem eins konar mikrokosmos þar sem ráðrúm er gefið fyrir heilugu stríði ef svo má á orði komast innan leyfilegs ramma. Er hægt að leggja slíkt dómarvald í hendur gervigreindar? Ræður hún við allar þversagnirnar og siðferðislegu spurningarnar svo ekki sé talað um menningarmunnin? Menning er í grundvallaratriðum afstæð og þegar á heildarmyndina er litið er mannfólkið bara apar með byssur og peninga. Þið eru dauðadæmt dýrategund. Fyrirgefðu, við verðum að ljúka þessu. Seinni hálfleikur er að hefjast. Þakka þér fyrir 2x5.000. Vissirðu að Anna Frank og Hitler eru bæði dýrlingar í kirkju Mormona? Anna Frank? Er það ekki blinda og heyrnarlausastelpan sem flaug yfir Atlantshafið? Nei, það er litla gyðingastelpan sem faldi sig frá nasistum. Já, það líka. Allavega, finnst þér ekki athyglisvert að hún skildi búi í Mormona himnaríki með Hitler? Hvað er það að leigja saman eða? Nei, fattar ekki, vegna þess að hún er gyðingur og hann er Hitler. Það hlýtur að vera vandræðilegt. Hvers vegna? Hafði Hitler eitthvað á móti gyðingum? Já. Af hverju? Gyðingar eru awesome, alltaf að veiða seli og byggja snjóhús og svona. Afsakið, mætti ég nokkuð trufla þig aðeins? Já, ekki málið. Hvað er þetta spá? Þú þarft bara að opna hjartan þín. Banna að frelsa! Dómari! Hann er reyna að frelsa framherjun okkar! Hún meiti mig. Bannað að meiða, rautt spjald, Dómari virðist að vera hættu við að gefa Bergljótu rauðarspjaldið og hún dúndrar í punginn á fyrirliða Mormona og hún skallar hægri bakvörð í nefið. Hvað er dómarinn að hugsa? Ég er lítið með flóðhesta undir meðaball. Og boltinn beint í netið. Vantrú sigrar. Hver hefði trúað þessu? Já, vantrú hefði ekki trúað þessu, verandi trúlaus. En nú trúið þau að ég ætlaði að koma með eitthvað mjög góðan orðaleik hér en það gekk ekki. En leiknum er lokið og ég er ennþá að hrópa. Ég man ekki hvernig ég á að lækka röddina mína. Woohoo! In your face, aumingjar! Hvað er guðin ykkar núna? Eru hvað heima hjá sér að grenja í kontansið? Og þá gengur Levvíti fram hjá honum og hann gerði ekkert til þess að hjálpa. Þessi saga er allavega að gera ekkert til að hjálpa því að þú ert leiðilegur. Já, þú er bara Levvíti leiðilegur. Ok, svo gengur miskunnsami samverjum fram hjá og hann var svo eini sem að hjálpaði. Mamma henni hefði kannski átt að nota samverju svo hún myndi ekki eignast þig.
Sko, og þess vegna mjög mikilvægt að læra hvað náungakærleikur Þú veist ekki hvað náungakærleikur Já, örugglega alltaf kærleika einhverja náungar. Að framan og aftan. Nei, ok, á ég segja ykkur þegar Jesú breytti vatni í vín? Ha? Á ég segja ykkur þegar Jesús breytti vatni í vín? Í vín? Það þennan djúsi sem banna fyrir börn. Mamma mín var alltaf skemmtileg þegar hún drekkur vín. Þá ger hún mig pening. Mamma mín var alltaf svo leiðileg þegar hún drekkur vín og sofnar hún alltaf. En ég get samt leikið með skæri og eldspýtur. Já, fullorðið fólk elskar vín. Og þið munu líka gera það þegar þið eru orðin stór. Vín deyfir nefnilega þannig óendanlega sársauka sem við köllum líf. Pabbi minn alltaf að tala hvað lífið erfitt. Kannski að því að hann má ekki drekka vín. Sko, einu sinni, þá var Jesús í ykkur gölu hötuðu brúðkaupi þar sem var ekkert vín, þetta bara vatn. Alveg eins og fundum sem pabbi alltaf á. Má ég segja? Pabbi minn, hann drekk einu sem mjög mikið vín og hann gæti bara fjólubláu. Wow, fjólubláu. Einmitt, þegar vín, það gerir nefnilega gubbi manns fjólublátt. Allavega, hann nefndi enginn að dansa í brúðkaupinu af því að það var enginn fullur. Þannig að Jesús var bara simsalabim, vatn í vín. Jesús var nettur. Heldur B, krakkar, heldur B. Þetta var geggjarpartí, allir hauslausir. Hauslausir? Höggaði Jesú að þeim hausinn? Jú, það viðrar vel til knattspyrnu í dag. Veðurguðirnir eru í góðu skapi, eða er það kannski veðurguðinn, Þór? Enda eru ásatrúamennirnir í KF Yggdrasil hingað mættir og ætla að sýna guðleysingjunum í KF Vantrú í heimana 2, eða réttar að sagt heimana 9. Hvernig endaði ég hér? Ég er útskrifaður trúarbragðafræðingur. Það er allt að verða vitlaust. Hverjir eru bestir? Vantrú! Hverjir trúum við? Engu! Hvað gerist ef við deyjum? Ekkert! Hvernig ætlum við að vinna þennan leik? Með handbóðskendum orsakatengslum! Já! Og líka með því að bókstaflega tróða hausunum að þeim upp í raskatina þeim! Nei, ekki bókstaflega. Ok, bara myndlíkingalega þá. Við skegg Óðins, þetta var rángstaða. Kjaftaði! Sástu ekkert hvað gerðist? Þetta er bara einuður eins og fucking drjólina þér. Spurðu bara dómarann. Dómarinn er bílaður, sérðu það ekki, við skegg Óðins. Við skegg Óðins? Er það eina sem þú kannt að segja? Vertu eigi með þannan derring, kona, og eigi skaltu... Et skít og ver gladur að ég být ekki að þetta skegg Óðins. Hei, krakkar, í dag ætla ég að segja ykkur sögun hibberi-habberi, hamina, hórsegu konuna. Hey, gaman. En vitið þið hvað hóra er? Já, það er svona svo kærasta pappa mín. Mamma mín segir það. Ok, sko, málið er að það átt að henda steinum í ykkur á hóru og þú verður bara að drepa hana þannig. En Jesús var svo sálit gaur að hann var engan veginn að gútera það. Jesús er bestur! Mikið rétt, og allavega, Jesús var bara eitthvað, hei, sá eitthvað sem syndlaus er, kasti fyrsta steinunum, fattið þið? Jú, bara fólk sem kann ekki synda má með hórur. Og enginn þorði að kasta steinu og Jesús var alveg bara, hei hóra, ég veit þú ert hóra og allt, en fyrir mér er það no pro að vera hó, þannig ég fyrirgef þér, jó. Ég ætla að vera hóra svo að Jesús elski mig. Jú, velkomin aftur á völlin. Mig hefur ekki dreymt í 20 ár, bara tómt myrkrið hverja einustu nótt. Spennan er í hámarki en Bergljótu líst ekkert á blikuna því að nú er Jörmundur, allsherjargoði og fyrirliði Yggdrasils búinn að reisa níðstöng til að mótmæla rangstöðu trúleysingjana. Megi níðstöng þessi veita ykkur mikinn níð Við skegg Óðins kannski? Nei. Þú er með mjög lélegan orðaforða með því allsherjargoða að bara segja það. Níðstöngin inn, enn eitt markið í sigurgöngu KF Vantrú. Kannski borgar það sig eftir allt saman og trú ekki á neitt. Ég er að minnstu kosti að missa trúna á lífið eins og það leggur sig. Börnin mín hafi ekki talað við mig eftir það sem gerist jólin 96. Þetta er ótrúlegt! Þau eru að lofa mig, Kitty. Hver hefði trúið því að sunnudagaskólinn væri mitt krát? Og það besta við þetta er að þau eru svo unga, ég get bara móta skoðanir þeirra og stjórna tilfinningu þeirra. Og veistu hvað, Kitty? Nei, hvað, Hulli? Ég tengi bara einhvern hátt við Messias. Ég náttúrulega ekki að frelsast en það er bara eitt og annað sem við eigum sameiginlegt. Ég held að það er eitthvað komplex sem heitir eftir Messias. Hvað heitir það aftur? Við erum náttúrulega báðir performerar, alltaf báðir eitthvað að hanga og við erum okkur báðir aðdáendur. Aðdáendur? Hvað er það, sunnudagskrakka? Ég láti börnin koma til mín. Hver sagði þetta aftur? Michael Jackson. Ég er nokkuð viss að það var Freddy Krueger. Hugleikur, hvað viltu núna?
Þú veist að við seljum ekki japansk kolkrabbaklám frekar en fyrir daginn. Sem fáránlegt. Þetta eru mjög listrænar teiknimyndir. En við ræðum það seinna. Ég að leita mér að búning. Leið mér að giska. Barbarella. Prinsess Leia. Slave Leia. Er Slave Leia búningurinn kominn? Ég meina, nei, ég ætla að fá 1 stykki Jesús búning. Við seljum ekki svoleiðis. Ekki svoleiðis hvað? Svona trúarbragðabúninga. Það stríðir gegn trúarbragðum Nexus. Það er allt morandi í trúarbragðum hérna. Hvað er Súpermann annað en Jesús? Sendur af föður sínu til að bjarga heiminum, fórnar sér fyrir mannkynið og rís upp á dauðum og berst við cyberklón af sjálfum sér. Ok, ekki alveg eins, en pointið er, ég vil vera Jesús. Rólegur, Hulli. Ekki hugsa svona fyrir nú að minnstakosti jafnfrægur og Bubbi. Hvað get ég sagt? Við erum bara auðmjúk nördaverslun. Við tökum ekki þátt í svona ofsadýrkum. Eru þið með Star Wars túrteppa? Ei voru að klárast. Hulli, getur ekki bara búið til búninga eins og þú veist Anna Harry Potter? Ástu bara með rauðan tús og trefil. Nei, þá var ég sko bara actually með ör á hausnum og hálsbólgu. Já, farðu bara í baðslopp og settu gaddaverð hausinn. Simsalabim, Jesú. Góð hugmynd. Nefn ég sleppi sloppnum og fyrir all in, píslagöngustæl. Píslagöngu Jesús? Var hann ekki með bleiu eða eitthvað? Og það? Svalur. Hölsubrauðið. Hvað er uppi? Á ég ennþá fullorðinsbleiðna síðan á smábarna blætiskeiðinu mínu? Já, hálfan pakka. Já, be my guest. Secret out. Þetta var hölsubrauðið. Hann var að spila hvort ég ætti ennþá fullorðinsbleiðna síðan á smábarna blætiskeiðinu mínu. Ég átti hálfan pakka eftir. Þú gast alveg sleppt að segja mér þetta. Hverju trúum við? Á föðurinn, soninn og hinn heilaga anda. Og hvað gerist þegar við deyjum? Paradís! Nema ef maður er samkynhneigður auðvitað. Jú, ef maður túlkar biblíuna þannig, en það gerir ekki allir. Já, því að þetta er náttúrulega allt opið til túlkunar. Nema við túlkun sem svo að það sé ekki opið til túlkunar. Amen! Býtu, hver var niðurstaðan þarna með samkynhneigðina? Ég er nefnilega sko gay. Já, ég líka. Fucking katholikar. Við skulum biðja. Elsku Jesús minn drottinn. Fyrirgefðu að ég sé að trufla, en það væri geðveikt ef þú geti hjálpa okkar að vinna þennan leik. Ég veit að ég er alltaf að biðja dót, en ef þú redda þessu, þarftu ekki að gefa mig BMX-hjólið sem ég baði í jólagjöf. Hulli, 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 hulli. Lömbin mín, mér þykir leitt að tilkynna ykkur að Hulli er veikur í dag og getur því miður ekki kennt ykkur píslagönguna. En óttist ei, því að Hulli fekk vin sinn til að koma í staðinn, taki vel á móti frelsaranum sjálfum, Jesú Kristi! Jó, hvað er uppi, heimalingar? Oh my god, Jesú! Oh my god! Nei, þetta er bara Hulli. Hvort þetta er Hulli að Jesús? Kannski er ég bæði, Kannski er svona hybrid, kannski er bæði ég og Jesús. Kallið mig Jesús. Fylgið mér og ég mun leiða ykkur til paradísar, fullri af hoppuköstulum og nachosgosbrunum. Halleluja! Jesús, þú er með bátt á hausnum. Ég sé ekkert. Þetta er fast. Mér langar heim. Jesú er ógeðslegur. Ég er með fór marstraðir það sem eftir er lífsins og verða þunglind þegar ég er orðin stór. Alveg svo mamma mín. Hvar eru þið? Ekki fara. Láti börnin koma til mín. Jú, staðan er 2-2 og aðeins 1,5 mínúta eftir. Ég veit í alvöru ekki af hverju ég er hérna ennþá. Ég fæ ekki borgað fyrir þetta og þessi mikrofón er ekki tengdur við neitt. En hvað sé ég? Nei, Jesús Kristur er mættur. Halló, Hornafjörður. Holy boner Batman! Sjatturinn feiti. What the shit? Jesús! Hvað er það að gera? Þetta er markið okkar. Þú skuldir mér BMX-hjól. Ógilt. Þetta er alls ekki gilt mark. Víst er þetta fucking gilt. Akkur er ekki gilt. Sér ekki hver af þessu fucking skoraði? Það var Jesús. Ef þú viðurkennir ekki þetta mark, ertu að afneita frelsaranum. Það kemur hvergi fram í biblíunni að frelsarinn muni snúa aftur á knattspyrnu vill að skora mark. Hvað? Er þetta ekki allt opið til túlkunar? En ef ég samþykja þetta mark, þá verður þú að samþykja að Jesús er til. Leið mér hugsa þetta. Er ekki dómar hérna einhver staðar? Jæja, hvort ertu? Trúaði vinnar eða trúlaus loser? Hvað er eftir í verðlaun? Ferðabikar og gjafakort á Subway? Hverjir eru bestir? Vantrú! Á hvað trúum við? Ekkert! Nema á Jesús þegar hendar! Hvernig unnum við leikinn? Með handahófskennd
Óteljandi atburðarás og smá hjálp frá Jesú. Heill er Jesús. Við trúum á þig, allavega í dag. Sjáum til á morgun. Var þess virði, Bergljót, að svíkja trúleysi okkar fyrir Subway-bát? Já, hefur þú smakkað krabbasalatið þar? Ég held að vera grænmetisæta. Come on, krabbi er basically grænmeti. Þeir selja reyndar ekki lengur krabbasalat. Ha? Já, þeir hættu að selja það fyrir löngu. Það er engin guð. Rekin? Hvers vegna í ósköpunum? Það var borist nokkrar kvartanir. Hérna til dæmis. Hætt að hringi ömmu mína ógeðslegi perði... Nei, þetta er einhver e-mail. Hérna er þetta. Ég veit hvað þú gerðir í messu eldri borg... Nei, þetta er ekki heldur eftir e-mail. Hvað er þetta, býtum við? Kant á Gmail. Ég grunnaði allavega ekki lengur barnagirnd. Aldamótin ekki neitt ég segi að einhver tíma koma þessum degi. Það hef ég aldrei efað, ei slíkt mér kemur við. Ég held mér væri heldur nær að hugsa kvenfólkið. Upp í sál Íslands fagra meyja, þína skál þótt ég ætti að deyja. Æ, fokk kirkjan maður. Veistu hvað, öll hinn trúfélögin er að tala um þig og þína óhefðbundnu aðferðir. Já, það? Hei, er Moskan með sunnudagaskóla? Já, það er reyndar föstudagsskóli hjá þeim og ég heldur sér einmitt að leita sér að teiknikennara. Yes! Hvað getur farið úrskeiðis?